Íris Sigurðardóttir. Númer 6, Selma Rut Sigurðardóttir. Númer 7, Rakel Dóra Sigurðardóttir. Númer 8, Vigdís Karlsdóttir. Númer 10, Dagný Huld Birgisdóttir. Númer 17, Drífa Karlsdóttir. Númer 22, Erla Mjög Tómasdóttir. Númer 23, Íris Kristín Smith. Númer 54, Andrea Ósk Þorkelsdóttir. Og númer 77, Bóla Írina. Þjálfari Afturvíkingar er Davíð Víðberg Svansson og til vonandi aðstoðari Hilmar Stefánsson, Jens Ingvarsson og Elma Rut Grímarsdóttir. Það er svona í heimamenn. Númer 2, Sara Sif Helgadóttir. Númer 16, Saga Sif Gísladóttir. Númer 3, Berglind Benediktsdóttir. Númer 7, Kristín Lísa Friðriksdóttir. Númer 8, Helena Ósk Kristinsdóttir. Númer 9, Andrea Jakobsson. Númer 11, Ingibjörg B. Jóhannesdóttir. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Númer 15, Andrea Björk Haraldóttir. Númer 18, Guðrún Jenny Sigurðardóttir. Númer 21, Ólöf Ásta Adolfsdóttir. Númer 23, Díana Ágústsdóttir. Númer 25, Þórunn Vala Kjartansdóttir. Númer 30, Ylva Dögg Ástórsdóttir. Þjálfari Fjölnis er Jón Brynjar Jónsson og Andri Guðmundsson, til aðstoðarinn Ásgeir Sigmarsson og Halldór Halldórsson. Dómarar hér í dag eru Hilmar Ingi Jónsson og Magnús Björnsson. Á bekknum hjá Fjölni er Jón Brynjar Björnsson og Andri Guðmundsson. Til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendur leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum með handbolta íþróttina í huga viljum við biðja ykkur óorðið góðir að styðja ykkar lið með háttvísi í huga og sýna jákvætt hugarfar gagnvart öllum þáttakendum og á öðrum árum. Takk fyrir. Siellä ollaan raho kätelen. Númer 23, Díana Ágústsdóttir. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir.
Númer 18, Guðrún Jenný Sigurðardóttir. Förum yfir byrjunlið, það verður skýrskipti snittileg og Þóra María er það með Rafi Dóri í hægða og það er skiptið það er bæði hluta fyrir og á línunni er Kjarnari Sigurðardóttir og með mjög það er það hans er þetta fyrir að fyrir snitt og Númer 9, Andrea Jakobsen.
sátum við þarna. Andri eða skildi bara ekki ræða það. En sjáum við byrjun, það er nánar eingöngu í gegnum vinstri vænginn á komið í vana einhvern sjá hundurinn þá kemur næst Nummer 16, Gustav Larsson. Nei. It in. You're gonna take it. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir.
Númer 27 Bola Turín. Númer 3 Berglund Benediktsdóttir. Númer 16 Saga Sif Gísladóttir. Það var smá meira líf í þetta. Það er svo leik í húsinu. Það er aldrei að gera. Leikir um að byggja. Gera yfirleitt ekki þessu leika.
Númer 15, Andrea Björk Harðardóttir. Númer 16, Saga Sif Gísladóttir. Númer 16, Saga Sif Gísladóttir. Númer 14, Díana Kristín Sigmarsdóttir. Númer 8, Helena Ósk Kristjánsdóttir.
hugsaði. Númer 10, Dagný. Já, herru, við heyrðist við þig í okkur hérna allan tíman. Erum við komin aftur þess að? Við eigum að koma í lofti núna og núna ætti að vera hljóð. Já, ég bara var að rífa með gullkonnin á hann, eitthvað ég. Við erum búin að frábæra hérna í kvöld og enginn heyrði í okkur en við sjálfur. Ekki skandal. Jæja, Fjölnir er allan að, velkomin til leiks. Fjölnir er að vinna með 2. Já. Fjölnir var að taka leikli, já, ég held að þetta var Fjölnir. Jú, Fjölnir tók leikli. Þannig að eitthvað að stilla strengina hérna fyrir seinstu mínúturnar fyrir hálfleik. Þetta hefur verið svolítið styrt, en ekki mikið skorað. Markværslan afturlendingu hefur verið mjög góð og hún er verið vel í markinu. Stenglum það að telja skoðunar. Hún er örugglega komið með hátt í 8-9 bolta í dag. Já, við hættum að þykjast vera að lýsa hérna þegar það voru 50 myndir búnar. Já. Þannig að þá glemdu við líka að skrá niður markværslur og eitthvað. Það skiptir ekki öllu máli. En já, Díana er markaðist í dag með 3 mörk og svo hefur bróðurlega, systurlega skipt hérna. Glæsileg sending á Díanu, við klára. Andrea kom með 2 mörk fyrir göðu, Díana með 3 og aðra með 1. Hjá afturlendingu er Þóra með 3 mörk, Pála með 2 og Rakel og Selma með 1 á hvor. Hún er svolítið ekki búin að skora úr annað í velnum leik. Og opnum leik, nei. Bara víti á Pála hérna, útlendingun hjá, ég veit ekkert hvað hann er, hún er engin móðgæst í kallan útlending, en já, hérna allan af 2. En hún er svona, mann sýnist það, hún er alveg yfirbara manneski í afturlendingarliðinu, fer allt í gegnum hana. Já, eins og við töluðum þetta áðan, þá fer leikurinn rosalega mikið í gegnum miðjuna og vinstri vænginn hjá afturlendingu. Þóra á miðjunni, hún er búin að vera mjög sterk í dag. Sjá nú að leikmann nr. 17 kom inn í afturlendingu og leikmann nr. 4 sem vorum að Rósa hérna á hann er komin í hægri skyttuna. Já, hérna nr. 17 er Drífa Garðarsdóttir komin á miðjuna. Fjölnir vann hann á boltan, glæsilega. Reyna að vera fínt að koma sér inn á 5 marka forskot fyrir hálfleik og vera með þægileg forskot. Já, við erum að ná smá forskoti og sjá það er þægilega fyrir ykkur að koma inn með 4-5 mörk í seinni hálfleikinn. Já, það er búið að vera jafn leikur hingað til. Já. Það er líka mjög líklegt að koma með smá kraftur í afturheldingu í byrjun seinni hálfleiksins. Alveg pottþétt. Það var glæsilega gert hann hjá Andru. Ég meina Davíð, svons þjálfari, hann er mikil stemmingskall, þannig að ég getur ímyndað mér hann berja hann smá stemmingu í stelpunni í hálfleik. Já, þetta er glæsilega gert og 3 mínútur eftir, 4 marka forskot, 11-7. Það var eitthvað smá misskilningur á milli varnarinnar og markmannsins, hvor eftir hvaða horn. Já. Markmann er svo klikkaður maður, ég veit ekki hvað er að segja. Það vinnur boltan aftur, skelfileg sending í afturhendingu. Díana sækir hratt á. Þarna, áfram, Andrea. Glæsilega gert. Það er bara svo gult spjald, ítir henni í loftinu. Díana hefur eitthvað fengið í andlitið. Afturhending með leikliða. Þetta er sko eins og fyrri hálfleikurinn var búinn að vera slakur hjá okkur sóknarlega, svona þangað til á svona 20. mínútu. Þá var hann búinn að vera mjög góður núna í svona 7 mínútur. Sérstaklega eftir að tökum leikliði. Við erum byrjað líka að gera aftur það sem við vorum að gera í byrjun, að keyra miklu hraðar. Þá komið svona smá lægð yfir þetta og konur voru byrjað að labba. Það er rétt, ég menna stelpurnar svöruðu bara leikliðinu mjög vel og bara komið svona bara í 2-0 kafla á mjög stundum tíma. Afturhalding eitthvað skjálfandi þarna. Eins og ég sagði áðan, þá held ég líka að Fjölnir sé með miklu betri breidd. Allan með það sem ég hef séð og hef heyrt, þá eiga þeir miklu betri breidd. Og það sýnir sig líka kannski í lokin á hálfleikjunum að þá þarf að fara að skipta og þarf að koma nýja leikmenn inn á og standardinu á Fjölnir virðist ekki droppa en hann virðist gera það svolítið á afturhaldingu. Sammála. Ég meina hann alltaf að samanleiti þá fer margt í gegnum hérna þessar 3 hérna fyrir utan Andru, Berglindi og Díanu. Það eru ekki enda fengið pásu í dag allavega. Jú, hún kom inn á nýja leikmaðurinn hjá okkur. Já, Ingibjörg. Kom inn á fyrir Berglind á. Já, fyrirgefðu. Berglind fekk nokkra mynda pásu þá. Já, afsakið, ég var ekki að fylgjast með þá. Þá vorum við ekki að lýsa leiknum. Þá varstu að gera eitthvað annað. Já. Appi í símanniðinum. Nei, ég var fylgjast með markmanninn minn, ég var eitthvað að börfast út í hana, ég var ekki alveg sáttur með hana en hún er búin að svara illa augraði frá mér vel allavega.
og búin að verja vel núna og vörnum við staði vel líka. Já, kemur aftur lítið hérna og það drífa á miðinni. Pála kallar eitthvað kerfi hérna. Þóra. Pála kemur á miðjuna, taka júkafæsluna. Pála sækir á. Já, dæmi bara. Veit ekkert hvað hann dæmdi, en hann gaf ekki merki um það, en segjum bara skref eða eitthvað. 99% líkur þetta að vera skref. Já. Ekkert mikið að gefa merkingar í Noregi? Nei, örugglega ekki. En áhugavert sem afturlega að gera, koma að klippa 2 út, Andrea og Díunu, þetta var bara að veisla fyrir stelpunarina. Hanna, Andrea, vel gert. Glæsilega gert, þannig að Andrea með 3. mark í dag. Já, þetta virðist vera að þessi að taka varnarskiptingu á Berglindi og á Ingibjörgu, já. Já, Berglind náttúrulega rosalega mikilvæg partur í vörðinni. Mikilvæg partur í vörðinni. Hún 2 manna maki í vörðinni, það bara hann. Bara besti varnarmaður Fjölnis á dagana. Já. Ég held að sé engin spurning um það. Kemur Drífa, Þóra. Setja upp í eitthvað hérna. Komið júkafæsluna. Pála sækir á. Þóra. Kemur á milli, já, og sé ekki hvað merkingu, hún fær allan Andrea Jakobs, fær 2 mynda brottvísun. Líklegast fyrir að fara í andlitið á henni. Það hefði frekar haldið að veri leikmaður nr. 15. Já, mér fannst hún svona bara hlaupa á öxlina á henni, sko. Já, mér fannst Andrea Björk vera miklu líklegri til að vera að gera eitthvað af sér heldur en Já, ég meina Hilma Jesú veit alveg hvað hann er að gera, þannig að við treystum honum bara fyrir þessu. Já, treystum honum fyrir þessu. En eitt samt, mér finnst, ég veit ég er búinn að sjá, ég sá 1 leik með Aftureldingu. Já. Það fannst mér miklu ferskari útlendingur hjá. Já, ég sammála. Glæsileg vörn hana. Hæg og hún svolítið þung. Já. Já, hún ég minna... Gæti verið eitthvað þreyti í henni eða eitthvað. Já, þetta er meira eins og tölum það fyrir mikið farið gegnum hana, þannig að kannski hefur hún bara þreytt eftir leikið fyrr í vikunni og hún fær gullspjald fyrir líka Kjafbrúk. Það er bara fínt, haldið því bara áfram. Gefum kannski 2 mínútur næst og rautt eftir það. Já. Við grátum það ekkert. Nei. Ég meina, þetta er búið að glæsilegt í Fjölni, ég meina, það eru einhverjum 4-0 kafla núna þarna, 15 sekúndur eftir. Það er frábært að fá mark og fara inn með 7 marka fórskot. Ingibjörg, Berglind bara að vera tilbúin. Snöggar. Kristín, Berglind, skjótt á marki stelpa. Glæsilegt. Ég þetta vel, 7 marka fórskotin í hálfleik, 14-7. Eins og ég held að Aftureldingu hefði ekki skorað senastu 7 mínútur í leiknum. Allavega það. Ég meina, við getum ekki beðið betri stöð allan inn í hálfleikinu en þetta. Alls ekki, eins og það var búið að vera svolítið bröðsótt hjá okkur og búið að vera erfitt og búið að þung. En þessi eftir leikli og sérstaklega eftir leikli, þetta byrjaði kannski svona, þú veist, þegar 10 mínútur eftir, þá byrjaði það svona einhvern veginn að klikka mikið betur. Þú sést, við erum að skora eftir 20 mínútur, þá erum við að skora 6 eða 7 mörk. Já. Ég meina eins og segið, Andrés tók eiginlega bara leikli til þess að aðeins stilla strengina líklegast og bara svona komið sér, þú veist, og vonaðist eftir líklegast þessu og þú veist að komið sér í gott forskot. Ég meina, leikurinn búinn að vera í játnum bara fyrstu 20 mínúturnar, 1-2 mörk og ég meina, það verður bara hrikalega sterkt að fá þetta og vonandi geta bara byggt ofan á þetta en ekki fara að verja eitthvað forskot eða eitthvað bull. Það er alltaf slæmt að vera að verja forskoti. En við ætlum að taka ykkur létt hlé og við komum aftur í seinna leiki með ykkur. Snill, sjáumst.
Ja, verið velkomin með okkur aftur hérna í Dalhús. Fjölnir afturhelding, Andreas var hérna að tala hérna, heyrðist ekki Díonu sem er reynda bara fínt. Helgi, hættu þessu, ég nenni ekki að hlusta á þetta. Ég elska svona að vera með eitthvað kjafti allan hálfleikinn. Við komum að sjá maður hopp í sjóin, ég veit ekkert hvort að tala um en það af því þú ert lélegasti tippari Íslands. Líklega, já. Þannig að það verður mjög gaman að sjá þig í sjónum. Já, vissulega. En að leiknum, djöðlís mér á það maður, við erum bara að rúlla yfir hennar leik. Ég er svo góð tilfinningu fyrir þessu. Afturlík byrjar allan með boltan, við bara vinnum hann. Díana fyrir hraðarlöp eða eitthvað, giskum það. Setjum hann bara í 8 marka fórskot. Það verður komið í 27 innan tímina. Já, það væri fínt. Ég myndi ekkert gráta það. Smári tæknimaður var að benda mér á stöðuna í fyrstu deild karla. HK er að vinna 15-12 mot IBF í hálfleik. Það er frekar lítil munur í hálfleik. Já, ég hef haldið að HK verið sterkar en það sko. Já, en það veit maður ekkert. Það getur vel verið að þeir hafi verið einu manni færri innan að starna leikinn. Já, ég held að þessi ulið í fyrstu deild karla séu bara þau eru sem ekki óvissa. Það veit ekkert hverju eru að búast. Þetta er algjört svona happa-glappa. Það var vel spilað, náttúrulega afturlítið einum fleiri, þannig að það var við því búist að þeim myndi fá gott færi. Saga var í boltanum hana. En já, þeir halda áfram að taka Díunu úr umferð. Díuna slappar bara af, byrjar bara að spjalla, líka jamma helgina eða eitthvað, setur hendunum bara aftan bak. Nei, en að leiknum, Kristín glæsilega gert og vel varið í markinu hjá Eniko sem er komin í markið. Það er sitt fyrsta varða skot. Það eru 2 útlendingar í markinu sem það er hérna. Já, þú er ekki að fara með því, þessi líklega. Ég held sem að þessi hafi verið á Íslandi í einhver ár sko. Okay. Ég held að við múum spila afturlíku í allan einhver tíma. Þú voru ekki að lofa því en ég held það bara. Já, finnst ég að síðan áður. Ég ætla að treysta þig fyrir þessu. Já, en hún varði vel hana og eftir frábæra hreyfingu á Kristínu. En Pála kemur á. Já, Þóra í stöngina. Andrea nær frákastinu, Díana róa bara niður. Það er engin tilgangur fyrir Fjölni að fara að keyra upp hraðan akkurat núna. Nei, en það verður samt að passa sig að vera ekki ofpassasamar í rauninni. Þú verður að skora eitthvað mörk í seinna hálfleik. Alveg rétt. Já, en þetta ábráð að vera veisla fyrir það. Ég meina, nú er það orðin jafn margar. Berglind, Andrea, já, þetta er auðvelt. Þetta er vel varið hérna. Já, þakka þér fyrir. Já. Helgi veit nákvæmlega hvað hann er að tala um hérna. Stíksdómarinn sjálfur. En hvernig er þetta ekki víti? Ég held ég skilji í dóminn sko, en mér fannst hún var aldrei komin í gegnir, það var alltaf fyrir framan hann í vörninni sko. Hindi bara í baki á henni. Ég tekst það 2 mínútur bara. Ég tek alveg 2 mínútur líka, en ég bara, þú veist, ég vilja fá víti. Já, vissulega. Það fannst þú vera komin í gegn. Díana. En ég ætla að gefa þeim þetta bara. Andrea, léleg sendingin á Andreu, missa boltan, þetta er klaufalegt. Íris og það er númer 10 sem ég... Já, ég held hún að það varði þetta maður. Og Díana fær gult spjald sem hún hlær bara fyrir að stappa niður. Ég hefur minn eftir eitthvað að missa þann í Noregi kallum minn. Nei, hann hefur örugglega rétt fyrir sér. Ég segi svona. En já, Díana hlær bara þessu, tekur þetta á sig. Já, við skorum bara núna, þetta er fín. En aftur búin að minka munnin í 5 mörk. Andrea sækir á, Berglind gefur henni í hot, glæsilega sett í Kristín. Já, skorað. Glæsilega gert við Kristín Lísu, fyrsta mark í dag. Já, það var vel gert, eins og var óopinn á hann. Þú brosur út af eyrum hérna, ánað með þetta mark þarna. Líkast ánað eftir að hafa klikkað hana. Það er svo gullfallegur hreyfing á hann. Já.
var að spá í Dilja Baldurs. Hún er meidd. Hún er meidd, já. Hún er meidd. Hún er búin að meidda eitthvað í, ég held að nári frekar en öxl. Þannig að hún er á fulli endurhæfingu. En bara því ég var ekki búin að sjá hann inn á sem kom mér á óvart að svona fór ég alltaf að spá þessu. Hún er búin að vinna mikið í þessu núna, en hún er stutt í hana. Pála upp í skoti, glæsilegt skot. Sagðist ekki fyrir vond frá þessu. Nei, skot er bara alveg upp í samskeytin, þannig að frábær skot. Maður getur ekki sagt neitt við því. Frábær skot, þetta er ekki bolti sem hún á að verja innan gæslappa. Leikmannum við 4 hjá afturhendingu Þóra. Já, hún vilti sér eitthvað hölt hana. Þannig ekki jákvæmt ef hún er eitthvað að meiðast fyrir... Nei, hún virðist það eitthvað, hún er að halda eitthvað en áfram. Glæsilegt mark í Berglindi, muninn aftur komin upp í 6 mörk. Koma þær inn á jafnmargar. Þóra kallar hérna 1 vinstri sem er líklegast innleysing hérna frá Írisi. Það ég held að Írisi hann það vinstra horninu. Jú, hann er ennþá hana. Þóra kemur innleysingin, Þóra sækir á. Rakel upp í skoti, glæsilegt í Andru. Ég held í alveg hún var glann fyrir að klúpa. Kastaði þær á boltan hann að sleppa. Fórnarsölu klúbin. Ég sendi mér í lagi en eitt mann finnum það á YouTube og sendum mér það á Facebook eitthvað. Deyja fyrir klúbin. Deyja fyrir klúbin. Það ætla að leifa þér að senda. Já, ég sjáum til. En afturhendingu vann allan á boltan aftur. Þóra kallar hérna eitthvað kerfi, ég sá ekki hvað það var. Það kemur eitthvað hérna, Þóra, Rakel, kemur innleysing frá hægra horni, líka spreytt hægri, Pála, það var eitthvað klaufalegt, Íris inn, hausa bara sögu í markinu, snirtilega gert hjá Írisi. Helena kemur hérna strax í innleysinguna, milli hornum hans og milli 1-2 hérna hægra megin, Dían eitthvað ósátt hérna með brotið. Ég vildi meina að hún hefði farið aftan í hana, en að þú snýrið þínu eigin marki og þá er ekki hægt að fara aftan í þetta. Nei, vissulega. Kallaði eitthvað kerfinu fjölumstöpunar. Helena leysir inn. Berglind, Díana sækir á. Léleg sendingin á Berglindi. Díana, glæsilega gert. Svona á að gera þetta. Vinnur bara 2 minna brottvísun. Sjálfsögðu. Hún veit upp þessu sökina líka hennar Pála. Bara lappar út af. Hún skorar, þannig að maður á ekki að segja neitt, en þetta er samt miklu erfara skot heldur hún að gefa yfir á Berglindi sem hefur verið inn í gegn. Vissulega. Og bara markagráðu. Mér finnst þú grjóthörð. Já, eins og ég segi, ég myndi ekki segja ég myndi vera skamma hana, en þetta hefði getið verið auðveldara fyrir þær. Já, vissulega. Ég held að maður geti oftast fundið það að nefnum að fá 6 metra færi. Það er sem lýsandi og gegnir þau, við sitjum bara upp, við veitum ekkert hvað það er að gera og það er að spila leikinn. En ég segi, hún er manneskjan sem er búin að draga vagninn fyrir okkur og gera það líka í fyrra. Já, vissulega. Það má alls ekki taka þannig eins og ég sé eitthvað. Nei, alls ekki. Tala hana niður. Eins og við segjum bara, við sjáum bara hvernig skorun er, skilur við. Díana með 4 mörk, Andrea með 3, Berglind með 3, Andrea Jakobsen með 3, Andrea á línunni með 3. Þetta er bara búið að vera svolítið jafnt. Það er bara frábært að sjá. Já, en afturhaldið skoraði hérna, staðan 17-12, 6 mínútur sem þáleik. Þannig að ég meina, höldum ennþá þægilegu forskoti, glæsileg sendingina. Óttu þið bara að fara í gegn honum Stefán, þá færi vítið, glæsileg. Þannig að það er ekki að sjálfur, það er ekki auðvelt að fá bolta inn á línunni svona með mann sem kemur að keyra í baki að minna að koma sér inn. Nei, það er erfitt, en þetta var alltaf víti. Leiðinu bara að sjá hvort hún kemist í gegn. Díana skellir svo punktinn. Er það fyrsta vítið hjá Fjölni í dag? Ég held það. Já, ég man ekki eftir að hafa. Díana. Segjum hún setja niður í vinstra megin. Strákurinn. Heppinn. Heppinn hana. Heppinn hana. En mark er mark. Já, vissulega. Hvernig það fyrir inn. Hefði þið hægt að vera auðveldara samt. Nei, ég segi svona. Þetta var glæsilega gert hjá henni og við erum bara gaman að sjá núna. Það var bara nógu fast. Það var bara henni. Fjölni verðist eitthvað aðeins til að hvíla Díunu í vörninu en setja Kristínu Lísu í bakvörðin. Áhugavert að sjá. En þetta Díana búin að draga vagnin sóknarlega svolítið og fínt að nýta hana það betur þar. Kemur aftur, Íris kemur, sækir á. Já, þetta er bara easy. Allan daginn. Saga, vel varið á sögu hana. Segjum svo komið með 5 skot varið bara. Held það.
Glæsilega gert hana. Þetta virkar bara svo auðvelt fyrir hann. Já. Þetta er bara grín. Þetta er bara svona ósöngað fyrir hina leikmennina á mótinni. Þetta lítur allt mjög auðvelt út en við veitum það báðir þar sem við eitthvað aðeins kasta handbolta, þetta er ekki auðvelt. Nei, vissulega ekki. Þetta er bara, hún lætur þetta lítið út fyrir þessu auðvelt sem bara segir til hversu ótrúlega góð hún er. Já, það er rétt. En það komin í æfingaróp fyrir allandsliðinu og í seinasta æfingaróp að ég held alveg örugglega. Já. Saga, já, glæsilega lokað. Íris eitthvað ekki alveg búin að finna miðið. Kannski grátum það ekki núna, hann var ekki komið í fjölni. Með það sem sýnir akkurat núna. En náttúrulega hún er ekki fá bestu færin í hópinn heldur sko. Nei, vissulega ekki, ég ætla ekki að taka henni af henni, hún er frábæð, góða leikmaður sko, en ekki alveg að finna fjöluna sinni í dag. Það er jákvæmt fyrir okkur. Vissulega. Komin aftur í 7 marka fórskot. Berglind, Ylva leysir inn. Díana sækir á, fyrir yfirhandfinduna og hann ábrjóð á henni hana. Díana var hann eitthvað pirruð. Ítið hann aðeins í Pálu. Fínt bara. Má vinalegur ígur hérna. Berglind sækir á, fer inn á milli, fær fríkast vantanlega bara já. Þetta er eitthvað klauðalegt. Þeir henda bara hendinu upp dómararnir. 6 sendingar, slakar. Díana væntanlega skotið á markið. Og skorar! Hún er mjög óöfn í markinu á Aftureldingu. Díana glottur út í annað. Já, þetta er glæsilega gert. Díana kom með 7. mark sitt í dag, ef ekki 7. Held að þessi tafla sé ekki sinna rétt, en já, þetta er bara glæsilega. 8 marka fórskot eftir 10 mínútur í fyrri hálfleik, seinni hálfleik kannski. Afturölding held sig svona mestu við sama liði, ekki búið að rúlla mikið á leikmönnum. Nei. Kom í kerfi, innlýsing frá hægra horni, Þóra, kemur á Pálu, Pála fyrir fintuna hérna, missir bara boltan og það keyrir upp, Ylva kom inn á sprettinn hérna, Andrea sækir hratt upp vinstri, vanginn, Berglind á miðinni, yfir á Díunu, Díana sækir á og nei, nú hættir alveg. Það grínast í mér þetta, það vittlust að þetta. Þetta er 3. skeið sem hún skýtur í markmanninn og markmanninn þá slægir hann inn. Ef þetta væri fótbolti þá hefði verið skráð sjálfsmark. Sem þessu 2 mörk hefur verið skráð sjálfsmark á markmanninn. Já, alveg klárlega. En við sjáum að Afturelding tekur leikli og markmanninn í Afturelding eitthvað að rífa sig við þjálfarann eða hinn markmanninn, ég veit. Ég held hann hafi verið að rökra eitthvað aðeins við. Já, þú voru ekki fara með það. Ég meina Fjölnir kom í 9 marka fórskot. Já. Grátum það ekki. Nei, þetta er búið að það er ekki búin að skúra mark núna aftur í ykkur 6 mínútur heldur Afturelding. Ég meina Fjölnir bara, það á bara að vera þægilegt hérna í frá, bara sigla þessu heim. Já, algjörlega. Og það er spurningum að fara hana í rótur kannski aðeins líka. Já, vissulega. Á þessum 3. Já, ég sammála því. Bara til að, líka bara til að gefa hinnum möguleika, verður kannski ekki mikið af endilega mikið af möguleikum fyrir á að nýta alla dýftina í leikmannahópnum og sér í vetur. Sammála, ég meina við eigum á bekknum náttúrulega Ólöfu sem getur farið allstaðar fyrir utan og við erum með Þórildi sem getur spilað allstaðar fyrir utan og er náttúrulega frábær varnarmaður líka og Andrea er búinn að spila mikið á línni og svolítið síðan við sáum Guðrún í henni sem byrjaði leikinn held ég. Byrjaði leikinn, spilaði í fyrstu 20. Já, fyrstu 20, já. Þannig að hún fer líklega eftir að koma aftur inn núna. Já. Þess að þær spila svolítið svona 50-50 tíma. Já. Þær eru líka svipar að getu. Einmitt. Við erum spurning hvort við förum að sjá Díunu Ágúst aftur og þá mögulega bara Kristín Lísu í skittinu alltaf að hvíla Díunu Sigmars. Já. Ég meina leikurinn heldur hana. En já, leikurinn byrjar aftur og ég held takið þetta svona 5 mínútur ef við erum ennþá með svona stórt fórskot, 7-8-9 mörk að þá fara þær rótir aðeins. Já, sammála. Afturelding kemur öllum og nei, við erum stofnum að skemmt línumanninn allavega. Komin inn á Andrea Ósk og koma í eitthvað flókjukerfi hérna og Pála sækir á, léleg sendingina fótur. Heldur en þetta hafði ekki farið í fótinn á henni? Nei, ég held það ekki heldur nefnilega. Ég held að það sé annað sinn í leiknum í dag sem dæma fót sem fór ekki í fótinn á leikmannum. En það leit illa út. Já, sammála. Maður gefið þeim sjans. Við grátum þetta ekkert, maður vinnum bara boltan, förum inn 10 marka fórskot. Fjölnir Afturelding komið í, ég fór ekki að fara með eitthvað vörðið, sem reyna að spila eitthvað skona viðbröð 3-2-1. Virka vel í fyrstu vörn allavega. Þóra sækir hratt upp miðuna hérna, gefur á Írisi líklegast í horninu, fer í gegn, nei fyrir ekki Pála og það er ekki dæmt. Þetta var, já, mér fannst þetta vera brot en ég hefði dæmt víta á þetta, já. Já.
En ég meina, Já, við erum Fjölnismenn, Fjölnir TV, þannig að við fögnum þessu bara. við fögnum þessu. Ekki það, náttúrulega, Ruðningur svo dæmdur með rétt undan, náttúrulega, kolvittlausa sem er maður í díinu. Já. Þannig að leikaði enga veginn sans. Eitt kannski bara bæta upp fyrir það aft. Á átt Díana sækir á, glæsilega gert hann, Andrea í gegn. Maður, heyrist fagnaðarlæti Andresi þjálfarina, við sáttum við þetta greinilega. Það var líka mjög vel spilað. Já, glæsilega gert það. Og Davíð Svans líka, þetta var guldspjald hérna á bekknum. Eitthvað að rífa sig. Hann missaði boltan. Og missa boltan. Grátum það ekki, dundum okkur í 11 marka fórskot. Já. Ég ætla að nefna, sástu þetta með Díunu inn í sóknundan, hún var að tala um oft markagráðu. Sástu hvað sem gerði þetta hárrétt. Bara losa á hárréttum tíma, Andrea kominn, dauðafæri. En það líka, sko, málið með hana að það þetta svona 50-50. Já. Þú veist, hvort hún tekur, þú veist, ákvörðun að gera þetta, þú veist, ógeðslega vel. Já. Eða hvort að, þú veist, það kemur svona eins og svona, þetta svona svipað eins og að þið voru að tala í messunni með David Lewis, það svona kæruleysi, það alltaf svona kortir í kæruleysi. Já, sammála. Það getur við. Ég held að fólk sem gefur henni ofta ekki nóg mikið kredit fyrir sig actually hversu klár handboltamaður hún sko, þú veist, horfir bara á hversu mikið stórskiptur hún sko. En hún sýnir það í svo mörgum sóknum og hvað hún útsjónarsöm, hvað hún veist, góð að finna lausa manneskjur. Þetta frábær handboltamaður og það verður aldrei tekið að henni. Alltaf góð fyrir fyrstdeildina. Bara fílingu fengur fyrir Fjölnir haldinni sko. Bara algjörlega. En afturlega komið í sóknina. Helgi fór í mobile strike. Nei, ég reyndar að svara strákanum hérna. Þóra kemur á marki, glæsilegt skot upp við skeitin hérna, hún verður ekki þannig. Fjölnir sækir hratt, vilja bara bæti í. Berglind, Díana sækir á, glæsilegt finta hjá Díanu. Hann dæmir skref sem bara tóm þvæla. Díana skulle ekki Díanum. Þóra sækir hratt á. Og Íris fyrir hófninu, ekki búin að finna miðið frekar fyrir daginn. Ég veit ekki, eina markið hérna var bara þegar hún hausaði hann á hann. Ég held það, jú. Allavega miðið það sem Toggi er búin að setja upp á töfluna. Já. Og við treystum alltaf Togga fullkomlega fyrir þessu. Toggi verður nákvæmlega hann að gera. Nákvæmlega hann að gera, hann toppinn dag. Já. En já, Berglind kemur, sækir á. Annar mikill fengur sem við fengum frá HK. Ekkert lítið. Það er heilegt að hafa mann sem er tilbúin að standa alla vaktir á klukkunni í öllum leikjum. Það er bara, það er gullt í gildi fyrir félag. Það er rétt. Vel varið hann að hinum meginn frá Díunu. En Pála kemur á, sækir á, Þóra fer hann milli þrista og fær fríkast. Já. Frábæð vörnina. Sjáum þetta Guðný Jenny komin aftur inn. En samt eitt með Anna Þóru, leið hún spilar á móti vardamanni sem er klókur. Já. Segjum eldri vardamanni sem hún spila lengi. Já. Þá hann fór að dæma þessu svona 15 rauðninga í leik. Alveg örugglega, já. En ég meina, bara... En þú veist, hún náttúrulega, þú veist, lærir þetta. Varið að sögu hérna. Mjög varið. Ef fólk fylgist með henni, hún fer alltaf niður með hausinn. Og klóku varnamaður sem er búinn að gera þetta mjög lengi. Hann myndi pikka þetta upp eftir svona fyrstu þrjásóknina og fara að nýta sér að hún kemur alltaf með hausinn undan. Já, það er rétt. En já, svo Ylva varið frá Ylvi hérna hinum meginn, en fínt færi. Ég ætlum að hún hafi verið vel lent þarna, en já. Fagna vel, hann flott sér þær, 9 mörg myndir, skiptir engum máli. Gaman að sjá sem svona, fólk fagna mörgunum. Já, við skulum ekki tala það, við fengum skammir fyrir þarna senast. Það var að gera lítið úr sinni liðinu þegar ég var að... Ó, guði nei, við skulum ekki gera það. En ég var að hrósa fyrir að fagna það, bara gaman að sjá alveg saman hvernig staðan er, leikmenn fagna mörgunum. Ég var að gera það sama þá, en einhverjum ástæðum þá misskildist það eins og ég var að gera grína þeim. Það sem við talaðum þetta var svona sjöttuglastemning sem er alltaf gaman að sjá, sem var ekki tala niður til þeirra. En þeir eru alls ekki að gera það, frábæra gert hjá Þóru. Ég vil alveg bara fá hérna að sjá fæðingavottur hjá henni, ég kaupi það alveg sér 0-0 móti. Svona alltaf góð til að vera 0-0 móti. Já, hún er allavega frábær, þetta er frábær leikmaður, hún var klárlega framtíðina fyrir sér. Já, alveg greinlega. Vonandi fyrir afturhaldingar og halda hans í hana, svo hún getur kannski hjálpað þeim að rífa út eitthvað hans upp. Já, sammála. Afturhald sækir á, kemur innleysingina, komin ný stelpa í vinstra horni, 22, Erla Mjöll. Og já, vel varið hérna hjá Sögu frá Þóru mig. Sækir hratt á Þóra lengi tilbaka. Nú viljum við fá hann yfir til hægri. Já, glæsilegt gert hjá Andru og Kristín skorar. Vel gert hana. Fagna vel líka. Núna kannski förum við að
kalla eftir því sem við varum að tala áðan, það er 500 liðin að við erum 10 mörkum yfir, að fara kannski að rótira vonandi, ég meina trúin ekki öðru mikið stelpum á bekknum sem kannski ekki búin að spila mikið í þessum leik allan já, skulum sjá hvað gerist Þóra kemur innleysing frá Erlu Mjöll aftur Þóra Saga klaufi þarna en það var mjög fyndið þú fylgjum með þessu, það var frosið í smá stund þegar skotið kom eftir að fóra í varnarmenn þannig að hún vissi ekki alveg hvað þetta að gera ég meina sem markmaður þá skilja hennar samt þetta er óþægilegt þannig að ég meina fínt að fá þetta þegar við erum 10 mörkum yfir en ekki jafnleikur vel gert dundraði 2 mínútur nei, bara vil sjá 2 mínútur en eins og þarna, Díana þú veist, það er ekkert margir sem hefðu annað í margar skittur sem hefðu komið með sendingun aftur yfir þær voru farnar í hreyfinguna í hina áttina en hún fattaði, þú veist, vörnin hreyfði sig mjög hratt tilbaka hún sér sendingun strax kemur með hann á Andriðu sem að fer í gegnum fæði víti glæsilega gert bara mjög vel gert getum ekki beðið meira nei já, Díana skórar hann á vítinu 8. mark í dag hún finnst ekki alltaf að draga að því að skóra mörkin hérna nei, það er líka bara fínt ég held í alveg ef Andrés myndi kalla hann út á hún myndi bara segja nei hún vil bara fá að skóra hvað heldur þú séð þessu þú þá? alveg pottið, ég er bara betri klálega ekki sem útileikmaður það er Rakel glæsileg vörnina aftur lítið komið út í ykkur vittlisöguna velja erfið skot en það gerist náttúrulega þegar liður er komið langt undir að vera að drífa sig og menn er að reyna að skóra eða vinna munnu upp hratt já Fjölnir sækir á eina róa bara Berglund kallar 10 sjáum hvað það er Ylva kemur hérna, kemur fæslan Ylva upp í skoti, gullfalleg þetta er svo huðveld vörnin bara frist niður á 6 metrum og ég meina að sjálfsögum bara taka þetta skot glæsilega gert líka, eins og það er mjög fyndið að horfa á þegar að vera að taka kerfi þá er allir að bíða eftir hvað er að fara að gerast og menn gleyma oft þessum einföldu stígu út og mæta leikmannir sem er að koma að sækja á að þegar allir að bíða eftir hvað er næsta múl, hvað er að fara að gerast skiptir líka miklu máli að taka sjensa eins og þessa þetta er sjens alltaf þinn sjens fyrst sjáum hvað gerist hérna afturlendingu Pála kemur á miðjuna Þóra vinstramegin kallar hann 1 vinstri sem er innleysing frá vinstra hóttumanni kemur Erla væntanlega inn núna já, kemur hún Pála sækir á Rakel fyrir væntanlega, nei, sækir ekki marki eitthvað glæsilegt fríkast inn á Kristínu Lísu hún er bara mjög sterk varnarlega en það eftir að hún var skipt í bakverði já, ég sammála því en það, Kristín er grjótör þetta er svona leikmann sem allir þjálfar elska að hafa þetta er svona leikmann að þú segir að hlaupa á vegginn og þú myndi ekki efast, þú myndi bara spyrja hversu hratt sko já, algjörlega það er alltaf gott að hafa eitt svoleiðis leikmann já, vissulega hendi kominu upp, þannig að gerum ráð fyrir að Fjölnir vinni boltan bara fljótlega Pála, Þóra gott skot, já Þóra í slánaðana að vinna aftur boltan, hendin ennþá upp nei, hendin við niður það var skot á marki, já, ég held hann alltaf hann alltaf að halda hendin upp já, ég var ekki alveg viss hvað var í gangi Hilmar bjargaði hann já þá er innlýsing frá hægra horni hérna Pála kemur á, væntanlega skotið já, þetta á Saga er farinn hann í fjærunni fyrirgjöfum minni þetta skipti og Andrés tekur leiklíja þá gerir ráð fyrir að við fáum einhverja breytingar ég ætla að vona það, já var gaman líka að sjá að Söru Sif kom í marki hún var ung stelpa já, eins og ég sá hún var að hita upp henni rétt á hann já, ok þannig að ég finnst líklegt að hann hendir inn á já en þetta lítur mjög vel út það eru 10,5 mínútur eftir og við erum að vinna með 10 mörkum það er eitthvað stórslýsla að tapa þessu það er nánast þannig að Fjölnir það bara hægt að spila já, basically en já, eins og segir bara ég er alveg hjartanlega samanlega sko með að ég vil sjá svona smá skiptingar en svona ef maður horfir svona yfir hópinn það er hafa nánast allar spilað í dag maður kannski allan eitthvað kannski mismikið já, það er náttúrulega markmaðurinn og ég sé Ólöf Ásta sko en ég sé hún mikið teipið um hendina þannig að geti verið hún sé eitthvað tæp þannig að kannski spurning bara að þeir sé að hvíla hana sko já, þegar maður spáir í þá er það alveg að rúlla vel í gegnum á ég held að eini leikmann sem ekki búin að koma inn á líka þegar við með Þórhildur hérna sem er, já Þórhildur Vala hún sem er ekki búin að, já ég held sem að spila þessu skitta hún vill það örugglega, hún er risastór maður ég skítrættu hennar það er ekki erfitt að hún skítrættu við eitthvað þetta er pappakall heima á okkur
Já, það er rétt. En það sem ég ætlaði að segja, ég aðalega fyrra þá svo var hún aðalega að spila vörn, þannig að ég held einhvern veginn að hún væri línumæður, en það getur vel verið að svitla sig. Já, ég held að sé fyrst og fremst varnarmaður, bara frábær varnarmaður, þannig að það er spurning hvort hún sé að glíma eitthvað meðsli líka og þeir séu bara eitthvað að spara hana, sko. Getur vel verið, eins og mér sýndist hún vera að hita upp svona náðan. Já. Kemur Fjölnir á Díana, glæsileg sendingin á Guðrún Jenny, skorar. Ég held að Díana hafi heyrt í okkur á hann þegar við vorum að gagnrýna aðeins fyrir að vera, eitthvað svona einbeitingarleysi, því hún er búin að vera eins og engill í þessum leik, sérstaklega í seinni hálfleik. Ótrúlegt bara. Ég veit kalla því að þessi stelpa fá bara sens í æfingróp. Þú veist, Axel bara horfið til hennar, skilur. Það er ekki að segja hún fari inn í liðið, sko, en það fá sensinn allavega, ég meina. Algjörlega, þú veist, það er. Hún er yfir bara maður í fyrstdeildinni allavega, í hægri bakgrunn. Það getur ekki annað verið en þeir vita af henni, annað væri mjög kjánulegt. Já, hlýtur að vera. Já, Andrea kemur á, Díana. Glæsileg. Þarna ver hún þetta. Já, og Berglind sækir þetta Var hún loksins út, ekki inn. Það hlaut að koma að því. Það hlaut að koma að því. Það var ríkilega óöfn hann að 3 skotur röð frá Díanu sem að einhvern veginn lágu inn. Já, Andrea, glæsilega varið. Það var ekki smá sprengikraftur í henni. Já, það var glæsilega markaslag. Hún var virkilega góð eftir að hún kom inn, þessi markmaðurinn er einu góð. Ég ætla að segja náttúrulega ekkert að með línu hann, hún var næstu komin inn í markið. Já. Ég græði bara þessu, 11 marka forskot. Já. 9 mínútur eftir. Já, Berglind kallar eitthvað kerfi hérna. Agressíva 5-1 vörnina. Ylva kemur í skiptuna, sendur hann Berglindi aftur á Andrea upp, yfir á Díanu. Díana niður í hot, já, óöppin hann, nær ekki að grípa. Þetta var mjög skemmtilegt kerfi á Fjölni, því að ef Ylva nær að grípa boltann þá er Andrea döðfrí. Já, Þóra kemur í hratt skotina og fer framhjá hægri stönginni. Saga hleypur út af hérna. Þá sjá Sörusif. Spáði hún loki rammanum inn á síðustu 8 mínúturnar. Kemur Ólöf inn á. Ólöf, já. Andreu. Þetta er virkilega skemmtileg stelpa. Gaman af henni. Við horfum inn á aðra leiki. Það var HK að vinna IBFU 21-17 eftir 45 mínútur. Það virðist bara að vera hörku leikurinn í Kópavoginum. Úrslitin eru svolítið komur óvart. Ég hef búist við aðeins stærri seri. Ég held að fyrstdeildin vetur kalla að verði mjög jöfn bara. Það getur verið mjög skemmtileg deild. Ulið er bara að koma skemmtileg inn. Einu sem verður ekki skemmtileg er það að Fjölnir náttúrulega vinna allar leikið með 20. Nei, það er rétt. Glæsilega gert henni aftur. Nei, fyrirgefðu, ég ætla ekki að ljúga þér hérna. Þetta er Dagný sem er í horninu. Þetta var vel gert hjá hann, óhefinn með skoti. Ég ætla að gefa Sören að varða á bolta. Nei. Jú. Nei. Hún fær hann, hún snert hann með stóru tonni. Snert hann aldrei. Jú. Ef ekki hælinum líka. En já. Þeir markmenn, sko, það er eins og þessi blindir þegar það telja. Skil ekkert hvort tala. Já, Berglind kemur á, Ólöf. Berglind. Já, gaman sjá, Díana Seymars kominn út á, Kristín Lísa í skyttuna. Já, það hefur eins og verið að kvíla hana, hún hefur gott að fá smá kvíl. Já. Ólöf, Berglind. Farðu bara í gegn, stelpa. Hendi komin upp. Og gefur á Ylvu, Ylva fyrir upp í skotið hana. Óöppin, glæsilegt skot. Hún er með lígilega góðan stökkraft. Já, ég meina bara gaman að sjá það líka bara mikilvægt fyrir hornum en að geta komið út og ég meina þetta er frábært vopn að nota. Kemur hann Þóra og Rakel. Nei, fyrir þetta er ekki, þetta er Dagný afskið. Núna hleypur Rakel inn á væntanlega í hægri skyttuna. Það er að taka langa varnar sóknarskipta. Já, við erum ekki trista Rakel í vörninni. En já, afturlega kemur 12 mörgum undir. Þóra sækir á. Já, glæsilega var ég á Sörun. Hvar er vörnin að taka frákastæðana? Beint í hendunum á línumanninu 44, Andreu. Hún var eiginlega farinn, annar þristurinn var eiginlega bara farinn. Já, kannski voru hún helst til markingaraðar. Það er Berglind komin út af líka. Það voru svona 3 stærstu póstarnir maður getur sagt í liðinu farir út af. Já, Ingibjörg kemur inn hérna. Það er bara nýta það bara tækifæri. Nú tækifæri sína sig. Vinna sinna sæti í liðinu. Kemur Ólöf sækir. Já, kraftur í Ólöf. Frábær sendingin inn á Andreu. Já, það var bara... Fyrirgeðu, þetta er ekkert Andreu, þetta er Guðrún Jenny. Guðrún Jenny.
Guðrún Jenný Þetta var frábærlega gert. Já. Kemur stelpan sem við vorum að tala um áðan, Þórhildur Vala inn á í vörnina. Ég segir hún kemur hérna og brýtur nokkuð bein sko. Nei, ég segir Veistu grjótör hérna út úr tattúverið hérna á vellinum. Já, kemur hún. Þurfum ekkert mann að fá hana heim að ræða aðeins. Helgi með einhvern perraskapina í útsendingu. Ég var ekkert kynferðislegt, ég sagði hræða þig. Það var ekkert kynferðislegt um það. Já, segjum það. Já, en við sækjum hrætt á. Skotið afturöldingu fer henni út öfra stöngina. Tekur þessu bara eins og vilt. Kristín sækjar á markið hérna. Já, fer bara alla leið. Og sjáum að afturöldingu komið með 3. markmann inn á, númer 12, hana Evudís Sigurðardóttir. Það er mjög sérstakt að sjá 3 markmenn á skýrslu. Já, það er bara ung stelpa, hún er bara efnileg. Kemur Ylva, Ólöf sækir á, fer upp í loftið, reynir sömu sendingin og Guðrún Jenný sem fer bara alla leið og skora. Guðrún Jenný grjótur hann línu, hún stoppar hann ekki. Nei, þetta var, þeir vissu ekkert hvað var að gera þannig. Nei, þeir ætla þetta var víti eða mark eða bara, svo horfður þeir töfluna bara, þeir eru að vinna með 12, gefa bara markið, skiptir engu máli. Sem ekkert vera lengiðasta þjáningar hjá afturlíku. Kemur Þóra, Sara Sif ver boltan, hann dæmi línu, ég ætla samt að gefa Sören að vala bolta. Já, sjálfsögðu, enda eftir markmaður. Sjáum að Fjölnir tekur afturleikli, 13 markum yfir. Svona máfæra Andrés virkar ekki sáttur. Við skilum ekki alveg af hverju en við erum ekkert að... Við viljum að minna þenn á næsta leik hjá Fjölnistelpunum. Hann er í Digranesi næsta föstudag klukkan 19:30 móti HK. Já, mikilvægur leikur. Mikilvægur leikur. HK var spáð að ég held 3. sæti í deildinni. Já. Fjölnir efstum. Það getur verið hörkuleikur. Við skulum vona að þetta verður hörkuleikur og Fjölnir komið bara með sigur úr því. Takið þennan leik með sér inn í þann leik og hristi af sér þessa döpru byrjun sem er búið að vera. Já, ég meina eins og maður segir, en líka ef maður horfir á Fjölnislið, þetta er ungt lið og ég meina maður svolítið erfitt að sko meta, ég meina við erum helstu póstennir í liðinu eru Díana Sigmar sem er 22, Berglind sem er 19, Andrea sem er 19. Þetta er að vera 3 bestu leikmenn liðsins. Það er svona, ég held sér ekki mörg lið í deildinni sem geta státt sig af þessu. Alls ekki og sérstaklega ekki að 2 uppölduleikmennum sem eru ungir og það er mikilvæg póstar í liðinu. Þannig að það verður bara gaman að sjá, ég meina ég ætla að spá bara fyrir leiknum næstu helgi, 29-23 fyrir Fjölni. 29-23, ok. Ég skal bjóða út að borða það og hittir rétt á tölur. Tekið orðinu með það. Já, bara ekkert mál. Leikurinn byrjar þær aftur. Bara hérst bestu. Ólöf. Og það er dæmt Ólöf blokkinning og Guðrún Jenný á línunni. Og já, afturlingur ekkert hvað ætla að gera hérna. Það var samt ekki merking. Og já, Þóra gefur hérna, komin ný leikmann inn á, númer 5. Íris Sigurðardóttir. Já, komaður hérna, Pála í vinstri skeytinni. Það fyrir ekki að komin ný línumæður líka á sig, já. Hann Vigdís Brandsdóttir komin inn, já. Komaður í kerfi hérna, Pála sækir á Íris. Þeir upp, já, það kemur. Það er fínt færi hjá Írisi. Sara verður þetta vel. Sara búin að loka rammanum gjörsamlega. Kemur Ólöf. Já, fallega gert, setur hann eitt hérna. Vel gert. Markagráðu stelpa, kraftmikil stelpa. Kom frá Þrótti hérna í fyrra að ég held. Já, þú ert að segja mér fréttir. Já, bara virkilega gott að fá hana. Gaman að sjá hana kraftmikla inn á vellinum. Já. Helgi hætti hún í móbálstræk, þótt leikurinn sé búinn. Já, sjáum hérna, erum með Drífa á miðunni, Pálu vinstra megin, Írisi hægra megin, Íris, Drífa. Já, vel gert í Ingibjörgu, sterk í vörninni hana. Þessi leikmaður kom frá afturleik, það ekki Ingibjörg? Jú, ekki hugmynd. Minnir ekkert eins og hún hafi komið frá afturleiku? Jú, hún kom frá afturleiku, það er rétt hjá þér. Það er fínt fyrir hana að vinna stóran sig. Glæsilega varið á Söru Sif. Það gefur henni að vala á bolta bara. Hann hefði örugglega dæmt markið hann fyrir einn. Þannig hún er eiginlega ekki búin að verja neitt en samt komið 3 vörðarskot. 5 vörðarskot. 5 vörðarskot, ok, vá. Já, Íris með skot aftur. Jú, hún varður reyndar vel að ná hann til. Já, Sara hennar með 7. vörðarskoti. Fagnar vel hennar. Kristín.
Ólöf, Ingibjörg, já vel gert, falleg fín hreyfing Ingibjörg, missir boltann. Íris með glæsilega sendingu fram hérna á glæsilega valið á Söru. Hún gjössalega bara að loka ramanum. Hér bara tilkalli byrjunarliðsæti þessu næsta leik. Nei, ég segi svona, ég hef ekki hugmyndum það. Ég kemur ekki nátt þessu. Þú ert bara hér til að rífa kjátt, sko. Nei, það er það sem ég gerir best. Já, það er rétt. Það á appið í símanum. Já, glæsilega spila hérna. Andrea komin inn á línun aftur. Komin í 15 marka forskot. Já, þetta er, já. Það er ekki slæmt að vinna stóran sigur. Rúm mínútu eftir, ekki? Þetta er líka fínt, kannski upp á sjálfstressið hjá stelpunum þar sem það eru svona byrja illa með að tapa fyrst leikjunum og fínt að fá einn góðan sigur til að ríða upp. Samanlega, þetta verður sterkt að taka þetta inn í næsta leik í hörkuleikum mútið HK. Þannig að áhersna fyrirfram haldið að þetta yrði hörkuleikur. Já, ég bjóst við þetta að vera hörkuleikur þótt að svona, ég vissi það alltaf eðlilegt að það myndi Fjölnir vinna þennan leik en ég bjóst samt við því að það var ekki 15 marka sigur. Alls ekki, Kristín glæsilegt mark hérna. Þetta er bara sem maður vill sjá frá Fjölnistelmunum. Það eru aggressívar, sækja markið. Það er bara gaman að sjá. Afturhaldin líka búin að taka út alla svona byrjunarliðsleikmennina sína. Já. Það er samt gaman að sjá afturhaldingu. Það er eiginlega fullt af ungum og flottum leikmennum. Það er bara að eiga framtíðina fyrir sér. Fjölnir áttu nokkur svona leiki fyrra líka. Já, 10 sekundur eftir. Ólöf. Ingibjörg skorar! Þvílíkt markinn í lok leiksins. Gaman fyrir hann að skora markinn á móti þessum gamla liði á seinustu sekúndunum. Fjölnistelmun að fagna vel. Það er ekki kannski mikið sem við getum sagt eftir þennan leik. Þetta er náttúrulega svolítið upprúlun. En leikurinn fyrstu 20 mínúturnar í járnum. Já. En eftir það var þetta svolítið á kláru þetta svolítið Fjölnistelpunar bara rullu yfir afturhaldingu. Það er rétt. En ég menn þetta er bara frábært fyrir Fjölnistelpunar að fá bara fyrsta sigur og sérstaklega að móti sterku liði afturhaldingar og ég meina þetta er bara öll stig skipta máli í deildinni algjörlega rétt. Og ég meina eins og maður segir, þú sögðum fyrir leikinn, Fjölnir var spáð upp og ég meina það virðist bara að vera hörkudeild, búið að vera mikið óvæntum úrslitum og ég meina við erum bara hörku ánægð með okkar stelpur í dag. Já, við ætlum bara að enda þetta en það er annar leikur núna kl. 8. Fjölnir á móti Akureyri U held ég að þeir kalla sig. Já, Akureyri U. Og ég meina það verður bara hörkuleikur og við ætlum að sjá sem flesta þar allan. Ég mæti með ykkur aftur og Jón Brynjar Björnsson mjög líklega með mér. Já, ég ætla að kveðja. Takk fyrir mig í kvöld. Já, takk fyrir okkur.